Góðan daginn, við erum komin hérna út á Stórhöfða við fuglaskoðunarhúsið og fengum eitt sérfræðing hérna með okkur aðeins. Það er Marinó Sigursteinsson, Mari Píp eins og þekkir mann flest. Hvað segir þið gott? Alveg mjög gott. Það ekki, okkur langar að forvitnast aðeins bara nú er lundapissu tímabilið bara hafið. Það er skemmtilegasti tíminn. Já, það er langskip. Sem er árangurinn sem að fuglinn hefur náð með því að koma upp unga. Já. Þetta hefur verið vandamál undanfarin ár. Já. Út af fæðiskorti. Út af fæðiskorti, já. Já, og það er líka það sem að fæði var að koma svo seint. Það er þeir sem að voru svo heppnir að fæða seint á árinu, tímabilinu, þeir lifðu sumir af, eins og undanfarin ár, mjög sein pissja. En nú voru þetta allt annað. Já. Og til dæmis við það að ég var út í Elliði núna á sunnudaginn og að merkja fugla og þá var hvalur allt. Hvalur? Já, alla gerðir af hvali. Þú veist, bara hnúfubakur og hrefnur og út allan sjó. Og það er mikið æti og maður sér það bara á öllu fuglinum. Þegar ég keyrði út til dæmis þá keyrðum við fram hjá hóp af skrofu sem hefur ekkert verið stóru hópur undanfarin ári. Þetta var alveg hátt í 1000 fuglar. Já, sem við látum fylgja með því fréttinni, myndband af því. Já, við skoðum það eftir, já. En það er þetta er skemmtilegasti tíminn, krakkarnir ætla að vera að bíða eftir þessu. Já. En það er eitt sem ég kannski vil segja í sambandi við að krakkar sé að safna, það er alveg dásamlegt, að merkingarnir hjá Óskari Stórhöfða sýndu það að ef hann passaði betur ungana, setti hver einasta unga í sérhólf í kassa og þá skiluðu þessu betur. Já. Og það sem gerist að fyrir það jafn mikilvægt fyrir það bara eins og fæðan, ef fuglinn er með ónýtt fiður, þá getur hann ekki lifað, sko. Já. Og það segir manni það að þegar hann gerði þetta nú skal setja það í sérkassa, að þá virðist fiðrið ekki skemmast, því að þegar eru marga, kannski 10 í kassa, þá skemmist fiðrið. Já, það verður drullugar og svona. Já, drullugar og kámugar og fiðrið er bara mjög mikilvægt fyrir það. Já. Eins og sést á þegar eru að sleppa þeim hérna síla eftir tröst, sko, að þeir sleppa þeim ekkert fyrir fiðrið komið í lag. Já, já. Þetta er bara sannað það sem við erum að tala um. Það skiptir miklu máli að gera að láta bara hverja pissu í sér kassa. Já, sérhólfið, þú getur hólfað niður kassan. Já. Þetta er mjög mikilvægt. Já, ok, flott. En þetta er alveg óbærslega skemmtileg tíma, gaman að sjá núna. Svo til Elliði, ég hef ekki séð svona í 25-30 ár svona mikið af fugli, eða 25 allavega. Já, út í Elliði. Út í Elliði. Já. Allar brekkur fullar. Það fylgir líka með hérna af því. Þú sýnir okkur tókst. Já. Þannig að það er alveg svakalegt. Þetta er mjög skemmtilegt. Fljúga í svona hérna... Skrúfu, hvernig myndir skrúfar, fljúga alltaf í svona hring. Já. Eins og það er að gera hérna fyrir utan núna. Já, já. Það er að fljúga á henni hring. Fljúga hérna. Þetta hefur maður ekki séð svo lengi, sko. Nei. Það er allt hérna alveg krökkt af lunda. Hérna það. Það er svo gaman að sjá hvað hann er montinn. Já. Hann er svo rogginn, þetta er... Hann er montinn fugl. Montinn fugl, já. Þetta er alveg yndislegt að sjá. Já. Það er nóg, við erum þetta bara við hliðina á hann. Já, það voru örfáa metrar hérna og... Já, fylgst með honum bara hérna. Þetta er mikilvægt því að maður skynjar það, sko, að ferðamenn sem eru að koma, bæði íslenskir og erlendir, að það er bara ekki talað manna að lunda, sko. Bara hefur þú séð lunda. Hvað getur séð lunda? Einmitt, það er bara þannig. Nú er ekkert mál að finna lunda. Nei, það hefur bara verið kaflar í svo fyrra á undanfarin ára, það hefur bara eiginlega sálítið sést á sömu tíma, sko, því að það merkir það æti á svo langt frá, nú er æti komið nær. Já. Og eins og hérna ég var að segja fór í Elliði að þá er hann að koma með síli bara hérna, bara við eyjarnar. Já, einmitt, og hann er bara feitur og pattarlegur. Feitur og flottur, já. Feitur, pattarlegur og montinn. Já, montinn, geggjaður. Þetta er æðislegt. Þú hefur verið svolítið mikið að fylgjast með þessu og fylgjast með þeim og hefur verið að merkja og fylgjast með hérna upp á? Ég hef aðeins verið með honum erpið að hérna, við höfum verið að setja sko bara vennilega merki á þú fór litamerki. Litamerki getur þú séð þetta í kíki og svo náttúrulega fylgst með varp árangurinn, sko. Já. Og það er hérna, þetta hefur farið í batnandi allstað núna og til dæmis var erpur að koma, það var best í Ingólfsfjörða núna. Já. Í seinni ferðinni, hann fyrir 2 ferðir, það fyrst sér hann hvað mikið orpið og svo áttu hvað mikið er af unga og hvernig í standi hann er, sko, hvort það sé. Því að ungi þarf að vera 300 grömm til þess að geta lifað af veturinn. Já, ok. Ef merkingarnar sýna það, ef það eru mikið léttari það, þá bara... Lifar ekki af? Lifar ekki af, það þarf svo mikið til á veturinn, sko. Já, ok. Ok, þannig að
Þetta eru fínar upplýsingar sem við erum komið með og þú hvetur náttúrulega alla foreldra að fara með krakkana í sinna núna á nóttunni. Endilega. Það var alltaf síðust í nótt bara, þá var alltaf slatti fundið. Já, Þannig það þótti fyrra sumar þá, fyrra haust þá var strákan sem vinna hjá mér. Þegar þótti svo dapur yfir hvað voru margar pysjur í höfninni sem voru olíublöndara. Já. Að því ég kom á fætur eitt morgunni þá voru 50 pysjur fyrir utan sem voru opnað að bjarga. Já, einmitt. Stóð frá lærlingunum. Snild, já, við ætlum vona núna. Þið vildu gleðja mig. Já, en fallegt að þeim. Þú hefur vantilega verið mjög glaður. Já, ég er mjög glaður, já. Við ætlum að vona líka að ég man rétt og þá gerði ég frétt það að Vestmannaeyjabær höfninu ætlaði að vera með tilraunastarfsemi það ekki, að vera ekki með eins mikið af ljósum. Já, ég er búinn að tala ofta um þetta, ég hef viljað setja skermi yfir. Já. Þannig að ljósi sjáist ekki frá fjöllunum. Já, einmitt. Skerm bara yfir og svo þetta ekki af. Það er spurning hvort að þessu byrjar eitthvað að slökkva ljósum. Ég vona það. Já, ég vona það. Tíminn er að byrja. Við skorum allan á Vestmannaeyjabæ að fara að slökkva ljósum og allan yfir hánóttina, þannig að þetta gerist ekki eins mikið. Takk fyrir þetta. Takk sömuleiðis.